Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður Lofstáðan Baptistakirkja. Við erum ennþá að díla við þessa spurningu: ef að Guð er góður og almáttugur, af hverju er svona mikið illska og þjáning í heiminum í dag? Og í þessum öðrum þætti, öðrum hluta af þessari spurningu, þá langar mig að díla við illsku mannsins. Flest allt sem gerist í þessum heimi er beint eða óbeint hægt auðveldlega að klína á mannin sjálfan. Beint, auðvitað við sjáum eins og bara í daginn í dag, þá sjáum við Boko Haram, við sjáum ISIS, við sjáum alls konar hryðjuverkamenn, við sjáum til dæmis í bara sögunni, við sjáum Pol Pot, við sjáum Stalin, við sjáum Hitler, við sjáum fullt af einræðisherrum sem drepa miskunnarlaus og fullt af hungruðu fólki í vald og eru tilbúinir að gera svona hvað sem er við aðrar manneskjur til þess að halda því valdi eða ná því valdi. Og svo er óbeint hægt að klína á okkur mjög mikið af þeirri illsku sem á sér stað í heiminum í dag. Eins og ég man á tímabilið þar sem ég var að skoða þetta, þá komst ég að skoðanakönnunum um mat og þjáningu í heiminum í dag og með hungursneyð. Og þegar ég byrjaði að skoða þetta, þá voru tölur sem segja mér að heimurinn væri að framleiða 12% meiri mat en þarf til þess að fæða allan heiminn. En á sama tíma, sama ár, eru milljónir manns að deyja úr hungri eða að deyja úr sjúkdómum sem tengist hungursneyð út allan heim. Og þannig að, þú veist að maðurinn í dag, og líka bara þessa vikuna eða síðustu viku, ég man ekki hvenær þessar tölur komu út, en þá kom það í ljós að ríkustu 62 einstaklingar í heiminum eiga meiri heldur en 50% af fátækustu einstaklingum í heiminum í dag. Og við sjáum að þannig að 62 einstaklingar hægt að tróða þessi stóra rútu og þeir eiga meira heldur en helmingurinn af fátæklingunum í heiminum í dag. Að ríkasta 1% af heiminum á meira heldur en 99% samfleytt. Að við sjáum að það er eitthvað að manns hjartanu, það er eitthvað að okkur, að oft þegar illska á sér stað, þegar hungursneyð á sér stað, þegar þjáning á sér stað, þá eru oftast manninum sjálfum að kenna. Oft beint og oft óbeint. Til dæmis eins og núna kom frétt í vikunni að fyrirtæki Nesquik væri með þrælahald af börnum sem var að taka kakóbaunir fyrir þá. Hvað eru margir sem hægt að kaupa Nesquik núna? Nestlé, þetta var Nestlé sem var fyrirtæki sem var að gera þetta. Hvað eru margir sem hægt að kaupa Nesquik? Hversu margir eru í bónus okkar núna að kaupa Nesquik? Hversu margir eru að kaupa Nestlé-vörur handa börnunum sínum okkar núna? En við erum óbeint að ýta undir óréttlæti í þessum heimi í dag. Og það sem þetta ætti að segja okkur er að við, oftast eru við þau sem berum ábyrgð á þeirri þjáningu sem við horfum á þetta. Hvort sem við skiljum það eða ekki, hvort sem við áttum okkur beint á því eða ekki. En það gerir svo oft það sem að við menninir, þegar allt gengur vel, þá klöppum við okkur á bakið, gott hjá þér Gunni, þú stóðst þér rosalega vel. En þegar erfiði koma á þjáning, þegar sorg kemur og svo framvegis, þá spyrjum við Guð af hverju myndir leyfa þess að gerast, því ég myndi aldrei leyfa þess að gerast. Sannleikurinn er sá að við þurfum að snúa þessu við. Þegar við sjáum þjáningu, að horfa í einhverju eigin hjarta og sjá hver er ég að taka þátt í þessu óbeint. Og horfa á þjáninguna sjálf og spyrja, er þessi þjáning hægt að rekja beint í aðrar manneskjur sem eru að stunda ofbeldi og svo framvegis, græðgi. Og það sem okkur að segja, Jesús gefur hérna dæmisögu og hann gefur dæmisögu af hverju leyfir hann illsku að vaxa í heiminum, af hverju tekur Guð ekki bara og útrýmir illsku. Fyrir það fyrsta þá er það vandamál fyrir okkur öll því hann myndi útrýma okkur öllum. En hér í dæmisögunni í Mattheus 13 og segir hann hér í versum 24-30: aðra dæmisögu sagði Jesús þeim: líkt himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn, en menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hvetisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að bera ávexti kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann: Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim: þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann: viltu að við förum og reytum það? Hann sagði: nei, með því að tína illgresið getið þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðamenn: safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöður mínar.
Þannig að hann er að svara spurninguna af hverju kemur sólin yfir réttláta og rangláta. Hann er að segja það er til þess að þeir sem sækjast eftir Guði fá að vaxa og að þeir sem koma til Guðs verða ekki upprættir með hinu óréttláta. Og þannig að endanum sýnir þetta fram á miskunn Guðs. Að hann er ekki búinn að eyða heiminum þrátt fyrir að flest öll illskan sem á sér stað er beint eða óbeint okkur að kenna. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.